fyrir. Heyrið mér. Mér langar að byrja að þakka kærlega fyrir þetta tækifæri fá að segja ykkur frá því hvað við í UA-Data erum að gera og takk kærlega Valgerður og aðrir hjá Sensa. Við erum stoltir samstarfsaðili Sensa og lögum til að eiga samtali við ykkur í framhaldinu. Við erum búin að tala mikið vandamál í dag. Það ekki alltaf gott að byrja á góðu vandamáli. Við sjáum það að gagnamiðlun í heiminum í dag ekkert að einfaldast. Það örugglega að fara að flæða skammstafanir hlýtingar og annað út úr eyrunum á okkur eftir daginn. Nis og Dóra og veit ég hvað hefur verið rætt hérna í dag. Og sem auðvitað setja líka ákveðnar áskoranir á okkur. Að rauninni viðhalda og bæta skilvirkan rekstur og gott gagnaflæði. Við sjáum líka að þróun gervigreindar hröð. En eins og kom fram hérna í keynote-inu áðan, rúmlega 80% af verkefnum í gervigreind þau klikka. Tveir stórir þættir sem við tengjum sérstaklega við annars vegar aðgengi að gögnum og svo aðgangsstýringarnar. Hvað gervigreindin eða agentinn, hvað hann að segja okkur og úr hvaða gagnasetti hann að svara okkur. Þannig að þetta eru stórir hlutir sem það að hugsa og auðvitað gæði gagnanna ekkert síður. Hvaða svör eru að fá, á hverju byggja þau og úr hvaða samhengi. Nú, þeir eru ekki ein þarna, það eru margir að glíma þessi áskoranir og við finnum það bæði hér heima og erlendis að þetta alþjóðlegt vandamál. Það eru allir að safna gögnum og við sáum líka hérna fyrir í dag að gagnasöfnun ekki að minnka, þetta eiginlega bara eins og góður jarðskjálfti, það veldisvöxtur á milli ára, þannig að það mjög mikilvægt að taka í hornið á þessu nauti og svona vera frekar með hendurnar á stýrinu heldur en að verða einhvers staðar undir þessari rútu. Ég talaði áðan, já, þetta ekki íslenskt vandamál, eins og við sjáum bara til dæmis á tölum frá Gartner. Við erum búin að eiga mörg góð samtölu við Gartner og hér ein birtingarmynd. Þetta sem sagt svokallaðar hype cycle frá Gartner sem sýnir rauninni hvað að trenda, svo ég sletti nú aðeins. Og við sjáum hérna á vinstra megin hérna á kúrfunni gríðarlega margt þarna sem snýr að gögnum og birtingarforminu og miðluninni og meðhöndluninni á gögnunum sem bara margir hafa áhyggjur af. Og þannig að ekki bara hér heima, heldur erlendis og þarna ofarlega sjáum við grænmert miðlunarhlutinn. Hvernig tryggjum við örugga miðlun, skilvirka miðlun á þess að fórna örygginu? Og þarna líður okkur vel hjá UA-Data. Það kostar líka, og það má líka horfa á þannig, að það ákveðin fórnarkostnaður við að miðla ekki gögnunum. Og við kannski byrjum á að horfa kannski inn á við og horfum á fyrirtækið. Hvað þýðir það? Til dæmis að vera í stóru umhverfi eða jafnvel minna umhverfi með mikið af gögnum, þar sem að það ákveðin skilvirkni sem felst í því að aðgengið og félagið og fyrirtækið og starfsmenn séu upplýstir, að einangrun getur skapast og ákveðin óskilvirkni líka þegar aðgengi að gögnum ekki skilvirkt og til þess fallið að njóta eða að hagsmunir fyrirtækisins njóti góðs af. Það má færa rök fyrir því að mögulega tökum við verri ákvarðanir. Það var komið inn á hérna áðan varðandi þróun, hvenær á að stoppa verkefni sem dæmi. Það hlýtur að byggja stórleita á gögnum, hvenær á að stoppa verkefni og hvenær ekki sem dæmi. Og það nú bara rannsóknir sem sýna þetta og kannski aðeins sterkari heldur en með kaffidrykkjuna áðan, að nýsköpun, það að segja nýsköpun innan fyrirtækja og aðlögunarhæfni fyrirtækja byggir alveg gríðarlega mikið á gögnum. Að ákvarðanir séu teknar á innri gögnum, ytri gögnum og jafnvel blöndu þessu beggja. Þannig að gögnin eru málið. Og auðvitað ef að aðgengið því ekki stýrt og svo koma þessi holskefla af compliance-málum yfir okkur, að þá er mjög erfitt einhvern veginn að ná balans og geta sýnt fram á það með góðum hætti að sérstaklega fyrir fyrirtæki sem eru undir þessum compliance-málum að allt sé í lagi, allt sé í standi heima fyrir. Og þeir sem eru hérna með mannaforráð, þeir kannast nú ábyggilega við þennan punkt að í öllum vinnustaðagreiningum, eða langflestum að minnsta kosti, þá skorar mjög hátt alltaf þátturinn, já, ég ekki nógu upplýstur sem starfsmaður. Nokkuð glott hérna í salnum, sé ég.
Þannig að aftur snýr þetta að gögnum hverju ertu að miðla og ertu að miðla þeim á skilvirkan hátt. Nú ef við horfum síðan aðeins á ytri þættina, að þeir eru ekkert síður mikilvægir í þessu ferli og það er kannski fyrst verið að nefna rauninni skerta samkeppnishæfni. Hvaða gögn eru til og hvernig ertu að nýta til dæmis ytri gögnin til þess að rauninni horfa á hvar þitt fyrirtæki stendur í samanburði við samkeppnina innanlands sem utan. Mögulega getur þetta orðið til þess að þú ert að veita verri þjónustu heldur en samkeppnisaðilinn, sem aftur hefur skert samkeppnisáhrif eða samkeppnisgetu í för með sér. Nú, mögulega eru þarna töpuð tækifæri ef að gögnin sitja einhvers staðar og þau eru ógreind og þeim er ekki miðlað til aðila, hvort sem það er í vöru, viðskiptaþróun eða annarra sem geta brugðist við þeim og þannig eru nýtt þau í svona ábatasömum tilgangi fyrir fyrirtækið. Og síðast en ekki síst, þá sjáum við líka, og viðskiptavinur okkar tala um það getur líka verið ákveðin sóun, bara ef að þú ert ekki upplýstur í rekstrinum fyrir þína deild eða fyrir heildina eða jafnvel gagnvart birgjum, að þá getur þetta haft áhrif sem eru ekki endilega jákvæð. Ég velti fyrir mér, er þetta draumsýn, þessi punktar sem ég sett hérna fram, eða ekki? Og til dæmis þetta að getum við raunverulega sagt já, við getum miðlað gögnum örugglega en án takmarkana. Getum við verið compliant á sama tíma og við erum vera skilvirki í rekstrinum okkar. Getum við verið skilvirk gagnvart hlýtingu, þegar hér er búið að tala mikið um hlýtingu og við verðum að herða okkur og loka og svona, reyna að stýra betur hver er aðganga hverju, en getum við á sama tíma verið skilvirk við hlýtinguna og aftur haldið fram þessu forskoti í markaði byggt á upplýsingamiðlun. Gætum við haft fullkomið stjórn á aðgengi að gögnum, hvort sem það er innan fyrirtækisins eða jafnvel utan, og tryggt það að allir hagaðilar okkar, hvort sem er innan dyra eða utan dyra, séu með þau gögn sem þau þurfa til að hjálpa okkur í rekstrinum og líka mögulega fyrir okkur til að veita aðhald að þeim sem við störfum með daglega. Gætum við einhvern veginn tryggt að gögnin sem við erum að miðla til okkar starfsmanna og jafnvel til ytri aðila, hvort sem eru viðskiptavinir eða samstarfsaðilar, getum við tryggt að þetta séu örugglega rétt gögn, að við séum örugglega með sömu tölur í skýrslunum okkar og í source-kerfunum okkar. Og getum við síðast en ekki síst tryggt að við séum þá með skilvirka samþættingu líka á milli kerfanna sem að skila okkur þeim ábata sem að sannarlega liggur í gögnunum. Við viljum meina það. Nú skulum við aðeins létta okkur. Það er nú aðeins að létta til úti og sól í heiði og styttist í golfsísonið fyrir það sem eru þar. Og það sem að rauninni, það er á þessum svona gatnamótum, eins og við köllum það sem að lausnin okkar Data Central liggur. Og í því nákvæmlega að reyna að ná þessari fullkomnu heimsmynd þar sem að við erum compliant og við erum að miðla gögnum og við erum að uppfylla þarfir ólíkra hagaðila í gagnamiðlun. Og það sem að vandamálin sem við erum að reyna að leysa er það að við hættum að horfa á gagnamiðlun sem við köllum svona point to point. Að við séum alltaf bara, já, ég ætla að deila með þér, Ingvar, en er hann með leyfið ekki? Förum úr þessu svona sílóbaserðu nálgun á gagnamiðlunina. Við förum líka í það að reyna að hugsa, ok, hérna, ég er með ólík gögn og ég vil miðla þeim á ólíkan hátt og ég vil geta auðkennt notendur, neytendur gagnanna á ólíkan hátt. Nú, við viljum líka geta stýrt því að aðgangsstýringarnar, að þær séu þannig og þannig úr garði gerðar að þær hendi viðkomandi hlutverki, þær hendi líka viðkvæmni gagnanna. Og þetta á sérstaklega við agentana og gervigreindina. Við viljum tryggja það að agent hefur ekkert annað hlutverk heldur en bara eins og starfsmaður. Þið þurfið að stýra að hverju þessi AI agent hefur aðgang til hann veit ykkur réttu svörin og skilur ykkur svörin. Og hann sé að vinna þá með rétt sett og skilur ykkur þá þeim niðurstöðum sem hjálpa ykkur síðan í rekstrinum.
Nú, við erum líka mjög hrifnir af því að reyna að einfalda hlutina á annan hátt. Það er að segja að gera alla hlutaðeigandi í þessu svona ekosystemi gagna skilvirkari. Þannig að við erum að vinna mikið með viðskiptavinum sem eru rauninni með einhver ytri aðila sem hafa hag af því að hafa aðgang að skýrslu en vilja geta, svo ég sletti, interaktað við gögnin. Það er að segja geta kommentað, geta unnið ofan í skýrslur, Power BI skýrslur eða annað, þannig að það sé rauninni bara stytta allar boðleiðir og samskiptin sé orðin eins skilvirk og hægt er. Og síðast en ekki síst, alltaf átt að hjúpa saman í einfaldleika. Því að við verðum að hleypa okkur upp úr þessum skotgröfum, að elta alltaf þessa detton í hlýtingarhóluna en missa kannski sjónar á því, hvað er best fyrir reksturinn okkar. Við erum að hugsa um skilvirkni og við erum að vinna með gögn og við erum í ólíkum rekstrarumhverfum en oftar en ekki snýst um gögn og þessa skilvirku gagnamiðlun. Þannig að ég vil hvetja ykkur að vera gagnrýnin þó komi staðlar eða öryggisreglur sem eru af hinu góða, en það má ekki fórna einfaldleikanum og skilvirkninni algjörlega. Og við teljum það sé hægt að svona báðir heimar mætast. Aðeins svona bara hvar við komum inn í myndina. Við sjáum rauninni í öllu sem snýr að gagnaframleiðslu og miðlun, þá eru þetta svona 3 lykilhlutverk. Þetta er fyrst af lagi sá sem að framleiðir gögnin, gagnamódelin, skýrslurnar og mælaborðin. Þetta er alveg gríðarlega mikilvæg vinna. Það er að segja að þú sért með réttleika í gögnunum, góða framsetningu og gagnið sem verið að búa til, að það þjóni tilgangi fyrir businessin. Síðan er það þá aðalega þeir sem miðla gögnunum. Það er að segja, þeir sem sjá um aðgangsmál og afhendingu og annað slíkt, það getur verið tölvudeild eða eigendur gagnanna. Og síðast en ekki síst, þá er það sá sem að neytir gagnanna. Og þarna yfirleitt í 2 og 3 er það sem að hlutinni fara að flækjast. Hvernig getum við tryggt að allir hlutaðeigandi hafi aðgang að réttum gögnum? Hvernig getum við tryggt að bara þeir sem eiga að vera með aðgang séu með aðgang en ekki aðrir? Og við þekkjum þetta, mörg dæmi þar sem að gögnum er deilt út fyrir fyrirtæki og svo skiptir fólk um hlutverk, jafnvel fyrir á milli fyrirtækja en er ennþá með aðgang í gegnum jafnvel í user pass eða eitthvað slíkt að gögnum sem það kannski á ekki endilega með aðgang að. Og það sem við erum að gera með lausnin okkar Data Central, við erum að þjónusta þessa 2 hagaðila. Það er að segja, við erum ekkert að skipta okkur af því að hafa áhrif á það hvernig fyrirtæki framleiða gögn, gagnamódel eða skýrslur. Við erum að hjálpa þessum 2 aðilum að leysa, myndi segja ansi marga hausverki sem að koma með í þessum miðlun. Mér langar að nefna bara nokkuð dæmi svona þessu til stuðnings og sýna fram á að það eru ólík vandamál hjá okkur víða, eða áskoranir. Nú, við erum mjög stolt af því að vera að vinna með Isavia. Þeir eru með umhverfi sem verður til gríðarlega mikið af gögnum innan þeirra domains sem er KEF Airport og Isavia. En utan á því domaini eru alveg gríðarlega margir hagaðilar. Það eru flugfélög, það eru rekstraraðilar, það eru alls konar opinberar stofnanir og mjög mikilvægt að þarna á milli sé skilvirk gagnaflæði. Og við höfum verið að hjálpa þeim með að rauninni útbúa lifandi gagnatengingar, aðgengi að skýrslum til þessara hagaðila. Þannig að, og svona eitt skref í einu, þá erum við að útrýma þeim tilfellum þar sem að gögnum hefur verið áður kannski deilt með PDF-um eða Excel-skjölum eða annan hátt. Vegna þess að í þessu hefðbundnu dreifingarleiðum þá er oft mjög flókið að opna og veita öðrum aðgang. En við rauninni hjálpum aðilum eins og Isavia til þess að búa rauninni til svona ákveðin landamæri fyrir utan sitt umhverfi þar sem er hægt að deila gögnunum á skilvirkan hátt. Án þess þó að gögnin sé eitthvað að færast til. Þau halda sig alltaf, data residency er alltaf á sínum stað. Nú, annað gott dæmi viðskiptavin sem var í
áskorunum, stórt félag, mjög ólíkir hagaðilar, ólíkur rekstur, allt frá dekkjaverkstæði yfir í bílasölu, yfir í ýmsa svona stoðþjónustu. Þarna voru vandamálin þau að þarna voru mjög miklar takmarkanir bara við, það voru bara ákveðin mörg leyfi til og það þurfti að vera sjofflað þeim á milli og dýrt að kaupa fleiri. En rauninni eins og lausnin okkar uppbyggð þá notum við miðlægan skýjaforða, eins og í Azure, bara capacity. Þannig að staðan á endanótanum ekki lengur takmarkandi þáttur. Og þetta breytir alveg gríðarlega miklu í því hvernig við horfum á gagnamiðlun. Þú ert ekki lengur farin að einhvern veginn eyrnamerkja alltaf eitthvað endanótendaleyfi á starfsmann því að það sem við sáum til þessi tilfelli BL það að þeir fóru því að vera með annan tug starfsmanna sem hefðu aðgang og þeir þrefölduðu þann fjölda og þeir fimmfölduðu skýrslufjöldan sem þeir eru núna að dreifa á skilvirkan hátt inn í fyrirtækið og allt með þetta mjög öruggri aðgangsstýringu þannig að sumir sjá bara hluta af skýrslum meðan aðrir sjá allar skýrslurnar og rauninni umhverfið sem slíkt orðið mun skilvirkara í öllu sem snýr að gagnamiðlun. Svolítið annað dæmi, við höfum verið að vinna lengi með Húsasmiðjunni og þeir stóðu frammi fyrir áskorun að þeir vildu koma í loftið svona mínum síðum. Höfðu ekkert mjög stórt budget, stóðu frammi fyrir því annað hvort að fara þá í hugbúnaðarhús og sem svona bara hefðbundna leið og bara góð og gild og viðurkennd. En þeir voru samt í rauninni, þörfin bara einföld. 98%, 9% af þörfinni að fara inn og sjá bara mín viðskipti, ekkert annað. Þeir áttu til hjá sér í sínu BI-umhverfi áttu til bara svona customer master skýrslu, sjá með öllum viðskiptum, bæði fyrirtæki og einstaklinga og það sem að þeir gerðu rauninni, fóru í þessa vegferð með okkur, þeir auðkenna viðskiptavinin á kennitölu, þessi rafræn skilríki, sendu okkur síðan streng og við birtum bara hluta á þessari skýrslu. Þannig að bakenda umsýslan fyrir Húsasmiðjuna mjög einföld. Einu sem þau þurfa að gera að viðhalda þessari PowerPoint skýrslu, ekkert annað, og gagnamódulinu þetta og við sjáum rest. Þannig að þetta lausn sem hægt að setja upp á eina við degi, mjög einfalt. Þannig að það eru bjartir tímar og blóm í haga framundan og við viljum meina það að gagnamiðlun hafi aldrei verið auðveldari. Við finnum það hjá okkar samstarfsaðilum og viðskiptavinum bæði hér heima og erlendis að þetta alþjóðlegt vandamál. Við viljum hvetja ykkur til þess að kíkja við hérna á básnum okkar. Við erum hérna út til hægri í nýsköpunarhorninu og komið endilega með gott vandamál til okkar. Nú ef þið eru ekki með gott vandamál, farið í fyrsta barinn, fá okkar eitt kaldan og komið svo til okkar. Og ég vissi það að við finnum einhverja góða áskorun til að leysa saman. Takk fyrir.